sýnilestaverkefni 3 í vegfarandi 2 árið 2021. Verkefnið byggir á verkefni 2, þannig að þessi yfirferð mun byggja aðeins á því að hún yfirferða þeirri sýnilausn til, en dembum okkur í þetta. Það sem við þarfum að búa til fyrst gagnagrunnur fyrir verkefnið, þannig að við búum það til hérna, notum CreateDB til þess, fáum gagnagrunn, förum síðan í env og sjáum hérna rétt slóð gagnagrunninn sett. Þetta nýtir það bara að minn notandi er að lesa upp úr environmentinu mínu hvað notandi þetta þannig ekki neitt frekar hérna. Síðan notum við að nota session, þá setjum við inn hérna einhvern helrennar streng sem mun vera notað til þess að kóða session leikilinn okkar í sessionið á hjá hverjum client. Þannig að það er notað síðan sjáum það sinna. En til þess að búa til gögnin fyrir verkefnið þá keyrum við hérna node source setup eða npm run setup og keyrum þetta inn og nú segjum hérna schema og fake data created. Þannig að við fyrir að skoðum núna inn í gagnagrunninn okkar. Við skoða hérna hvað skeman heitir. Það heitir aftur signatures. Select stjörna from signatures. Þá sjáum við erum komin hérna með gammu af einhverjum gögnum. Nánar tiltekið 500 stök. Svo erum við hérna með einhvern notendatöflu sem er með username og password og þar höfum við gildi sem admin og hérna lykilorð sem 1, 2, 3. Setjum komandi það. 1, 2, 3. Þannig að það sem gerðist í þessu setup, þessar setup keislu okkar var það að við notum library faker sem býr til fake gögn og búum sem sagt til hérna niðri, búum fyrst til skema fyrir gagnagrunninn okkar með því að lesa hérna skemafæl, keyrum það á móti gagnagrunnum okkar, síðan köllum við þetta create fake data fyrir 500 stök og það sem það gerir að búa hérna til nýtt set af national IDs þar sem við erum nokkuð öruggum að þetta verði ekki búnar til tvær nákvæmlega eins kennitölur hérna, gervikennitölur, en til öryggis búum við til set sem við ætlum að geyma kennitölur sem við erum búin að búa til hér í. Síðan bara meðan að við erum ekki búin að búa til jafn mörg stök og beðið var þá ætlum við að búa til nýja gervikennitölu hérna með því að nota math random. Þetta gefur okkur handahófskenndi tölu sem er alltaf 10 stafa löng, 10 stafir, já, eins og kennitala, og við athugum hvort hún hafi verið búin til. Ef hún hefur verið búin til áður, svo ólíklega vill til, þá höldum við áfram með leikir okkar og bætum ekki við fake, þannig að þá bættist ekkert við hérna, þannig að þetta heldur áfram að tikka þá til við förum upp í n stykki. Síðan komumst við að því hvað dagsetning var fyrir 2 vikum síðan, þannig að bara út frá deginum dag þegar við byggum þetta til. Og síðan notum við restina, faker til þess að búa til hérna eitthvað fake nafn, fake comment með 50% líkum, hvort að viðkomandi hafi viljað vera nafnlaus með 25% líkum og síðan handahófskennda dagsetningu einhvern tímann á síðustu 2 vikum hvenær viðkomandi skrifaði undir. Búum allt þetta til og síðan fyrir hvert stak sem við byggum til þá setjum við það inn í gagnagrunninn og notum hérna insert með parameterized query, setjum inn allt gögnin okkar og voilà, við erum búin að fylla gagnagrunninn okkar af einhverju gervidóti. Þannig að það sem við höfum þá ólíkt í verkefni 2 að við erum komið með alveg gommu af efni, þannig að við viljum geta flett í gegnum síður af þessum skráningum. Þannig að við sjáum hérna að við erum komið með 500 undirskriftir. Það engin breyting frá því hvernig við skráum undirskriftingum þetta form hér.
En hér höfum við niðri erum við með í raun síðuflettingu. Því erum við með síðu 1 af 10. Þar sem við erum að birta þá 50 undirskriftir á síðu. Raðar í hvenær undirskriftin átti að hafa átt sér stað. Þannig núna átti sér stað hérna í dag. Allt niður í það að vera fyrir 2 vikur síðan. Þannig að þú getur farið hérna og ég getur farið og skoða fleiri og fleiri síður af undirskriftum og sjá hérna við höldum utanum í raun á hvaða síðu við erum með query streng breytunni hérna. Og til þess að gera þetta þá höfum við hérna inn í Act.js þá höfum við í raun sömu virkni og í verkefni 2 nema við setjum hérna upp upp passport til þess að sjá notendaumsjón. En ef við skoðum fyrst hvernig við gerum síðuflettinguna, þá fyrir við hérna og þá einfaldlega tökum við inn síðu númerið sem á að biðja hérna úr rec query. Við pössum upp á að þetta sé í raunverulega tala sem heiltala og stærri en 1. Þannig að hérna pössum við að þetta sé ekki það. Skilum þá í raun bara síðu 1, annars skilum við tölun okkar. Við pössum ekki upp á að þetta sé ekki í raun einhver tala hérna sem langt fyrir utan. Þannig að þá við erum ekki að grípa það. Það bara að fá ekkert því að síðan bara langt fyrir utan það sem í gagnrýnum okkar. Síðan bætum við hérna við listfallið okkar, offset og page size. Það sem að við erum með page size hérna skilgreint í fasta sem hérna þetta á svolítið skrýtnum stað. Það mætti eiga einhvers staðar annars stað en hér, svo getum við deilt á milli hérna fallan okkar og mótorinn okkar hérna. En það svo 50 á síðu og við segjum sem sagt gefðu okkur lista sem búið að offsetta síðu, þannig að þegar við erum á síðu 1 þá þetta 1 - 1 sem þetta 0, þannig að offsetið okkar verði 0, þannig að við byrjum frá 0. Ef að síðan 2 þá þetta 2 - 1, 1 × 50, þannig að við byrjum þá á staki 51, við sleppum fyrstu 50 stökunum og byrjum síðan í raun síðustærð upp á page size. Þannig að það sem gerist hér að þetta einhver gömul leit sem var pælingin að yrði partur af verkefninu, en við erum ekki að nota. Þannig að við erum hérna með offset og limit sem fer inn í query okkar. Þannig að query okkar verður hérna select og svo bara gögnin sem við viljum fá úr töflunni sem við viljum velja úr. Röðum þeim eftir í raun dagsetningu. Þegar við erum að nota offset og limit þá verðum við að nota order by á einhvern dálk, annars fáum við í raun óskilgreindar röðun á milli þar sem ekki tryggt í raun eitthvað insert eftir eitt select gæti skilað okkur annarri röðun en í fyrra selectin okkar. Þannig að við gerum select, fáum einhver ákveðna röðun, insertum gagni, selectum aftur, þá röðunin í raun óskilgreind. Þannig að hún gæti verið önnur en fyrsta selectið sem gæti skapa rugling. Þannig að það setjum við alltaf order by hérna þegar við erum að vinna með offset. Og þá í raun þetta parameterized. Fyrsti parametrin hérna verður offset, seinni verður limit. Og við gerum queryið okkar og skiljum síðan gögnum. Síðan þess að vita hversu mörg stök við erum að vinna með. Þetta er einhver leit sem var ekki partur af verkefninu. Þá gerum við query sem að telur fjölda staka, nota aggregate fall hérna í SQL, sem telur bara hvað eru margar færslur í signatures og skilar okkur því og þannig getum við fengið heildar fjölda sem við erum að birta hérna uppi. Þessi gögn síðan eru sótt hérna. Síðan búum við til eitthvað sem við kallum paging info. Það sem við erum að taka bara við gögn. Við erum bara að búa til eitthvað hlut hérna sem er svona til hæðarauka. Það sem þetta er svona smá utanumhald. Það er síðan sem við erum á. Þannig að við erum hérna á síðu 3. Það er fjöldin sem var count queryið okkar. Það er fjöldi síðna sem þá í raun sílingin við randum upp af
total registration, sem sagt heildar skráningu okkar deilt með síðustærðinni. Síðan erum við á fyrstu síðunni, þá er afsláttið okkar 0. Erum við á seinustu síðunni okkar, þá erum við á, þá eru stökin á síðunni okkar færri en síðu stærðin okkar. Eigum við fyrri síðu, þá er áststærð 0. Eigum við næstu síðu, þá er registrations ekki jafnt á page size. Þetta er reyndar ekki fullkomið, þar sem við förum á seinustu síðuna, þar sem við erum með nákvæmlega 50 stök og seinasta stakið á þessar síðu er seinasta stakið, þá fáum við samt hérna næsta síða, sem þýðir þá að við fáum hérna tóma síðu í lokin. Þetta verður að laga en bara eykur bara við lógíkina hérna. Síðan setjum við base url hérna inn, þar sem við getum þá búið til urli hérna fyrir fyrri og næstu síðu, og við sendum base url inn að við ætlum að nota þetta á 2 stöðum. Við ætlum að nota þetta hérna á forsíðunni og síðan ætlum við að nota þetta á admin síðunni. Þannig með því að gera þetta þá búum við til þessar paging upplýsingar og síðan sendum við þetta bara áfram yfir templateið okkar og þá getum við pikkað út bara þessar paging upplýsingar þar, ekki hérna heldur hérna, og þetta er í listan. Þannig að þetta aðtúa bara hérna á ég fyrir síðu, þá ætla ég að birta ahref á fyrir síðu, annars ætla ég að birta bara span sem ekkert að gera neitt. Síðan birtum við hérna í miðjunni hvaða síða þetta er og ef við eigum næstu síðu birtum við líka á hana, annars bara span. Og það síðan einhver viðbót í stílum sem eru hérna inni og þeir komum bara allir hérna neðan, ekki mikið að vera þar. Þannig að þetta er leiðin til að fá paging hérna á forsíðuna, en hinn parturinn, eða þriði parturinn af verkefninu var síðan að hafa leið til þess að geta loggað sig inn hérna í bakvinnslu til þess að geta unnið með þessi gögn. Þannig að við getum ímyndað okkur þetta einhver innskráning, einhver undirskriftasöfnun, svo kemur einhver og segir, heyrðu, ég hætti við, þá er þetta að hafa samband hérna, einhver getur skráð sig inn og getur eitt færslunni. Þannig að til þess að sjá notendaumsjónina, þá notum við passport og færum hérna yfir í eitthvað login JS-fall, bara til þess að at.js sé aðeins svona verði ekki of stórt. Færum inn í það hérna það sem við þurfum til þess að stilla passport. Við sækjum passport og passport local sem er það sem við þurfum til þess að geta notað okkar eigin gagnagrunn, notendagagnagrunn. Og hér er allt sett upp eins og í dæminu í fyrirlestri sem við tókum, þannig að við förum ekkert nánar yfir það. Við erum að nota gagnagrunn til þess að halda þetta notendunar, þannig að við þurfum að nota, við erum að athuga hvernig lykilorðið hér og hér er afskaplega mikilvægt að nota bcrypt, því að við viljum aldrei geyma lykilorðin okkar ekki á einhvern kóðaðan máta eða hassaðan máta eða encryptaðan máta. Þannig að það er það sem bcrypt gerir hér og gerir það með svona vinnslufaktor sem því það tekur langan tíma að reyna að brjóta þetta. Þannig að þetta er góð leið til þess að geyma lykilorðin okkar og svo sem við viljum og verðum að nota. Síðan bara hvernig við finnum notandan okkar eftir því hvort við séum með username eða ID og síðan höfum við hérna tengjum við þetta allt saman inn í passport og við exportum hérna neðst default passportbreytunni sem við síðan importum hér, þannig við importum passportbreytunni hérna og stillum þetta hérna á appið okkar og segjum passport að nota session og hér er session okkar sem við notum og þá lifið það bara hérna í stuttum tíma, þetta bara beint úr sýnidæmum í fyrirlestri. Svo þýðir þá að ég get hérna reynt að innskrá mig hérna eitthvað og ég fæ bara notendunafnið eða lykilorðið vitlaust og það er haldið utan það
hérna. Þannig að þegar að ég reyna að logga mig inn þá erum við hérna með post á login og þetta þá notar aftur passport, sækir passport líka hérna úr þessu hérna ásamt hjálparfallinu til þess að passa upp á að rátið okkar sé læst. Þannig að við höfum hérna sem sagt admin síðuna, við höfum login síðuna sem við erum á hérna, en þetta hérna redirector okkur þangað ef við erum ekki loggað inn, sem þetta er hérna fall. Ef við erum authenticated þá er hérna með þetta ekki true og hleypa okkur yfir í næsta middleware, annars redirector þetta okkur á admin login sem er að gerast hérna. Þá birtum við þetta hérna all sem bara aðtöra sama. Ef við erum logged in þá viljum við bara redirecta fólki yfir á admin síðuna, aðtökum hvort það sé einhver skilaboð eins og þessi skilaboð sem við sáum hérna þar sem að notendurnafnið lykilorðið vitlaust, birtum það með því að senda þetta áfram yfir í login þess template okkar hérna þar sem við erum bara að birta innskráningarformið. Hér er mikilvægt að hafa username og password sem lyklana hérna, af því það er það sem við séum athugað þegar við loggum okkur inn í gegnum hérna þetta hérna, sem er þá passport authenticate sem að keyri þá allt þetta sem við erum búin að setja upp í passport hlutnum okkar hérna í login.js hérna. Og ef við loggum okkur inn með réttu notandanum og lykilorði þá sjáum við hérna við séum innskráð, þá dettum við hérna í þessa indexarát hérna, þar sem við erum að gera bara nákvæmlega sama og við erum að gera á forsíðunni til að fá síðuflettingun á gögnunum okkar, nema svo erum við að finna hérna hvað notandi er og við sendum notandan yfir í admin template okkar hérna og þá sjáum við að við getum endurnýtt hérna list template okkar, bætum við hérna þessum upplýsingum notandan okkar, möguleika að skrá sig út og síðan í list bætist við hérna if admin, þá bætist við nýr dálkur sem er þá þessi hérna möguleiki á að eyða færslum og þá hver af þessum eyða færslum taki er sitt eigið form, út af því að það sem við erum að gera hérna við erum að gera aðgerð sem unsafe, hún eitthvað sem við getum ekki gert í gegnum get af því að hún breytir stöðu, hún eyðir færslum, þannig að við viljum gera þetta í gegnum post og við viljum gera þetta í gegnum form þar sem við verðum að posta forminu. Ef þetta væri bara eitthvað get hérna sem ég myndi íta og einhver myndi fara hérna inn og væri með eitthvað extensions eða eitthvað sem myndi hraða vefniðinum eða eitthvað, myndi klikka á fyrstu 10, bara svona just in case ef ég myndi íta á þetta, og þá er ég alltaf búið að eyða þeim 10 færslunum af því að get á að vera idempotent örugg aðgerð, sem því að ég gert henni svo ofta ég vill, ég hef getað gert hana án þess að hafa ákveðið eitthvað brotni eða ekki brotni, heldur hérna breytingur í stöðu eins og að eyða færslu. Þess vegna setjum við þetta inn í form og formið okkar með action sem admin, delete og svo bara ID á róinu. Þannig að við skoðum hvað hérna í gangi. Þá þetta hérna admin, delete, færsla 211. Þannig að ef ég smelli á þetta, þá fer ég yfir á delete og delete skilgreint hérna og það þá þetta delete route sem hér og það pickar upp þetta ID, það keyrir delete row sem segir delete from secondary where ID and og þetta og skilar okkur hversu reyndar gerir ekki neitt annað en bara að skila okkur að það séu einhverjar raðir sem voru hérna, þetta er ekki nógu gott, þetta verður aðtúa row count á deleted færslum, en þetta mun alltaf skila svo líka sem var ekki til villa, tómu fylki sem truthy, sem munur redirect okkur, þannig að þetta er tæknilega buggur hér. Og
Og þá förum við bara aftur yfir á þessa síðu, þannig að við getum í raun, nú lokaðist eina þegar það var stuttur tími á notendanum mínum, nú getum við farið hérna og ég get bara eitt, eins og mig leistir, og ég er að fjarlæga allt úr gagnagrunnum, og þetta í raun keyrir allt þetta bara, fer á rátið, eyði, redirecta aftur hingað. Sér get ég útskráð mig hérna, þannig að nú er dottin hérna, og þetta er sem sagt virknin hérna, og ef við hendum þessu upp á Heroku, bara til þess að klára það líka, þar sem það var partur af verkefninu, þá er ég hérna lokaður inn, ég ætla að búa til nýtt app sem heitir VR 2021, VAF3 sýnilaust, þetta er lagi, bý til appið, ég er lokaður inn hérna, ég ætla að bæta við Git remote, þannig að ég segi hérna Git remote, nú er komið þetta, og svo ætlum ég bara að segja Git push Heroku master, þetta er þetta main, þá býðum við eftir því að Heroku pikki þetta upp og bildi og geri og græði það sem þarf til þess að setja upp appið okkar. Síðan er eins og í verkefni 2, þá þurfum við að keyra þetta one-time verkefni að fylla gagnagrunn okkar, og við þurfum líka Postgres gagnagrunn hérna, þannig að bætum honum við. Þannig að núna er hann kominn hérna, við býðum eftir þetta, allt að verða tilbúið. Skrifa viðbót og þetta er komið. Þannig að núna get ég gert Heroku run, npm run setup. Þannig að þetta mun keyra npm run setup á þessu appi. Allt gengur eftir, þá fáum við núna hérna skema og fake data created. Cannot find faker. En þá erum við lendið í hérna að faker er dev dependency en ekki í dependencies. En við slúum bara leiðrétta þetta hérna, svona, færum þetta bara hérna á milli. Þetta er ekki nóg, þannig þurfum við að keyra hérna npm install hjá okkur, locally fyrst, sem hann lagar þá, bara passar upp á að það sé allt rétt sett upp, og þá uppfæra líka package lock hérna. Svo slúum við gera git add package JSON, package lock JSON, git commit message, fix, færa faker í dependencies, gera svona, git push Heroku main, keyrum þetta aftur. Þannig að það sem að gerðist núna var að Heroku notar þessi dev dependencies og meðan hann verður að setja upp verkefnið og meðan hann verður að builda það, en eftir að það er búið að builda verkefnið þá er þessu öllu hent. Þetta verður ekki partur af í raun keyslu appinu okkar. Þetta er bara gert núna í þessu uppsetningarfasa, eða buildfasa, og síðan er þessu losa út verkefninu, sem þýðir að þegar við reyndum að keyra faker eftir það, þá var það ekki til staðar og við fengum þess að villu að þessi pakki var ekki til. Þannig að launching, ok. Þannig að núna getum við gert aftur þetta, cross-putta að þetta hafi verið eina. Og þetta keyrir skema og fake data created og við erum búin. Núna ættum við að sjá í raun application error. Það er eitthvað meira sem er blokkur hérna. Svo við sjá hvað gerist þegar við förum hérna. Vantar gögn í env. Já, þetta var einmitt. Þannig að við förum hérna og getum við sé þetta er akkurat verið. Þannig að var ég góður að minna mig á að það
vantar vissulega þetta session secret hérna í environmentið. Við förum hérna, setjum þetta inn, svo getum við bara hamra eitthvað hérna á lyklaborðið, vorum á nátt, gerum svona, og núna restartar Heroku sjálft fyrir okkur appinu. Þannig að við þurfum að bíða hérna og þetta gekk. Test 1, 2, 3, 1, 2, 3, eitthvað, svona. Þetta kom inn. Skástrygg admin, login, admin 1, 2, 3. Ég er hér og ég get eitt. Þannig að verkefni mitt er komið og er keyrandi núna á Heroku eins og það keyrði á minni vél. Og við erum með sömu virkni hérna. Þetta var yfirferð á verkefni 3.